í rauninni þá erum við með 2 sinnum mínus a sinnum 3 sinnum mínus 2 og svo lókin plús a. Þannig að við byrjum á margfölduninni. Við sjáum að hér erum við með dæmi sem að inniheldur bæði sinnum og plús. Og forgangsröðin, hún segir okkur að við erum að byrja á margföldun og svo endum við á samlagningu. Þannig að við erum hérna með margföldið 2 sinnum mínus a sinnum 3 sinnum mínus 2. Og ef við byrjum á því að skoða hversu marga mínusa þessi heildarmargföldun hefur, þá sjáum við erum með 2 mínusa, þess að 2 mínustölur að inni. Og þegar að 2 mínustölur margfaldast, þá kemur út plústala. Þannig að við getum litið á þetta svo að við erum með 2 sinnum 3 sinnum 2 sem myndi gefa okkur 12 og svo er þetta a, það myndi gefa okkur þá a hérna. Og svo kemur þessi hérna plús a. Við getum svo einfaldað þetta meira og hugsaum okkur þá 12a plús a er þá 13a og það er lokasvar.